hvað teningur og hvernig reiknum við rúmmál og yfirborðsflatarmál á tening. Teningurinn í raun og veru rétt strendingur þar sem öll horn eru 90 gráður og allar hliðar brúnirnar eru jafnlangar. Lengd, breidd og hæð, þetta allt nákvæmlega sama tala. Hér talan 3. Það þýðir að allar tölurnar hér eru 3. Lengd, breidd, lengd, breidd og hæð. Hvernig reiknum við rúmmál? Grunnlína, eða lengd sinnum breidd sinnum hæð. Þá ger ég 3 sinnum 3 sinnum 3. Og þetta allt sama talan. Þá slæði ég þetta bara inn í vasareikni og ég fæ 27 og þetta millimetrar í þriðja. Rúmmillimetrar. Hér ég í raun að athuga hvað kemst mikið af til dæmis vökva hérna onni. 27 rúmmillimetrar. Hvað með yfirborðsflatarmálið? Já, þá þarf ég að taka hvert flöt fyrir sig og þetta eru 6 fletir það ekki, við sjáum 3, svo eru 3 á bakvið. Getum talið það hérna, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og ég reikna 1 svona flöt, þá 3 sinnum 3. Það eru komið, hvað mikið pláss að lita eða setja eitthvað yfir 1 flöt, en fletirnir eru 6, þess vegna ger ég sinnum 6. Við gerum alltaf lengd sinnum breidd sinnum 6, ef við erum að reikna yfirborðsflatarmál á tening. Hérna fæ ég 9 sinnum 6, þetta eru 54 fermillimetrar og núna í öðru. Hérna var ég þriðja því margfaldað saman 3 tölur, hér ég í raun að margfaldað saman 2 tölur, þó að komi sinnum 6 líka. Það bara því þau eru fjöldi flata en ekki hluti af rýminu sjálfu. Þannig að teningur alltaf með allar hliðar jafnlangar. Við þurfum að þekkja munin á hvað rúmmál og hvernig við reiknum það og hvað yfirborðsflatarmál og hvernig það reiknað.